Í fyrri heimsstyrjöldinni lést fjórðungur allra hermanna úr sýkingu. Í síðari heimsstyrjöldinni hafði þessi tala lækkað niður í 10%. Hvað breyttist? Ástæðuna má rekja til einnar mikilvægustu uppgötvunar læknisfræðinnar. Árið 1928 tók skoski vísindamaðurinn Alexander Fleming eftir einhverju óvenjulegu í rannsóknarstofu sinni í London, þar sem hann var að rækta klasasýkla. Ræktanir sem hann hafði skilið eftir á borðinu höfðu óhreinkast af einhverju sem hafði drepið sýklana. Fleming hóf að rannsaka það sem hafði áður drepið sýklana og komst að því að væri að ræða venjulegan myglusvepp sem finnst stundum í mygluðu brauði, pensilín. Með tilkomu sýklalyfja var hægt að meðhöndla áður lífshættulegar sýkingar. Skurðaðgerðir urðu öruggari, mæðra- og ungbarnadauði minnkaði verulega. Hægt var að koma í veg fyrir milljónir dauðsfalla. Sýklalyf eru oft talin eitt mesta afrek læknisvísinda á 20. öldinni. En þessi bylting hafði ófyrirséðar afleiðingar. Fljótlega eftir að sýklalyf fóru í almenn notkun fóru að birtast bakteríur sem þoldu meðferðina. Þetta kallast sýklalyfjaónæmi. Bakteríur geta aðlagast og þróast til að lifa af. Þær sem lifa af meðferð geta fjölgað sér og breytt genamengi annarra baktería. Notkun sýklalyfja takmarkast ekki við menn. Í sumum löndum eru þau notuð í stórum stíl í landbúnaði, meðal annars til að flýta vexti dýra eða fyrirbyggja sjúkdóma í verksmiðjubúskap. Samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum, meðal annars á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, getur mikil notkun sýklalyfja stuðlað að þróun og dreifingu sýklalyfjaónæmra baktería. Þessar bakteríur geta borist í menn, til dæmis í gegnum matvæli eða umhverfi. Á Íslandi hefur notkun sýklalyfja í dýrum verið minni en víða annars staðar í Evrópu. En notkun sýklalyfja hjá mönnum er hærri hér en í hinum Norðurlöndunum. Í fyrra greindu sýklalyfjaónæmar bakteríur í svínum á Íslandi í fyrsta sinn. Slík tilvik eru tekin alvarlega, enda geta þau haft áhrif á bæði matvælaöryggi og lýðheilsu. Í dag er sýklalyfjaónæmi talið helsta ógn við heilsu mannkyns. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur sett á lista yfir 10 stærstu heilbrigðisógnir heims. Enginn vill lifa í heimi án sýklalyfja. Yfirvöld víða um heim, þar á meðal embætti landlæknis á Íslandi, hófu átaksverkefni til að sporna við þróuninni. Baráttan við sýklalyfjaónæmi snýst um eitt, að við upplifum ekki tíma fyrir daga sýklalyfja.